koma með okkur inn í Fjölnir TV. Við erum mættir að spjalla við tvo snillinga á körfunni, Beggi og Egill. Strákar, bara til að byrja með til hamingju með sigurinn á þriðjudaginn, mánudaginn, leikurinn á mánudaginn. Nú var þetta stór sigur. Hvað var það sem þið gerðu öðruvísi í þeim leik heldur en í leiknum frá Akranesi? Hvað þið áttu ekki, já þú veist, þið töpuð þar öðrum leiknum okkar þar. Slátið þið leiknum, hvað gerist? Hvað gerði öðruvísi Egill? Við erum bara mættum í leikinn bara til þess að virkilega að vinna ólíkt því sem við gerðum í leik 2 sem vorum bara hræddir að tapa. Og það var svo sem helst í muninn. Við bara skutum til þess að skora, ekki bara til að skjóta og það var kannski svona helst í muninn myndi ég að segja. Ok, Beggi, hvað ertu sammála þessu? Já, ég meina, eins og ég segir, bara sjálfstraust í skotunum og annað heldur en við verðum í fyrstu 2 leikjunum. Ok, nú var þetta þannig að það skipti ekki miklu máli hver var inn á hjá okkur. Það bara voru allir með sjálfstraust og með gott flæði í liðinu, sama hver var inn á. Það var ekkert bara fyrstu 5 starterna, það voru allir að skila sínu, allir að skora. Hvað veldur þetta? Stemningin í liðinu, Beggi? Hvað veldur því að það sé svona góð stemningin heima og allir með? Ég veit ekki, ég meina, það mættu bara allir tilbúinir og sýnir kannski líka bara breiddina sem það í liðinu. Mjög jafnt lið að mínum manni. Já, þeir eru að spila fleiri mönnum en IA? Mjög fleiri. Já. En þú, Egill, hvernig? Já, bara sjálfstraustið bara smitandi, einn með sjálfstraust það bara smitar í næsta og bara höfum trúið þessu vorum að gera, sáum að þetta var að ganga upp. Heldum áfram bara að gera það og það bara skilaði sér og svo líka gott að spila í Dalsum, bara flottir áhorfendur og hjálpa okkur þvílíkt. Þó það náttúrulega verið flottur á Skaganum líka, það var náttúrulega alltaf gott að spila á heimvelli og okkur lífið vel í þannig. Algjörlega. Nú hafa þið verið að spila mikið svæði á móti ykkur. Skagamenn að spila mikið svæðisvörn. Er það að gefa ykkur mikið svigrúm og sjálfstraust að hamra niður þrýstum? Nú eru þið svona líklega eitt besta, ef ekki besta, þryggjasta skotlið deildarinnar. Er það að hjálpa ykkur? Er það að skjóta meira á svæðið? Já, það er klárlega opnað fleiri möguleika fyrir þryggjasta skot en samskapi verður við að setja þau niður sem vorum ekki að gera í leik 2 en við getum sett þau niður og þegar á góðum degi þá ættu lið helst ekki að spila svæðið á móti okkur, sko. Ekki það við sem að gefa ykkur pointari hérna til Skagamanna, spilið áfram svæðið bara. Beggi, hvað veist þér? Þægilegt að spila út á svæðinu og þannig, eða skilum við upp á skotin að gera? Já, upp á skotin að gera en samt finnst mér þetta mjög góð svæðir á dræfinu okkar. En eins og við erum hittast að liða í deilunni. Já, nú segir sagan Beggi að tímabilið þetta hafi byrjað illa. Fórst í einhvern þátt sem heitir Bissan vs. sem er hluti af netþætti sem heitir Hey þú, þess að hún tapaði næstu í fyrir gömlum samt ungum feitum kalli. Myndirðu telja að sá stóri sigur í 2-faldri framlengingu hafi hjálpað þér að vera jafn heitur út á öðru vetur? Ég meina, þetta bætti sjálfstrausti klárlega að vinna þessa þryggjastækjum. Skil það. Ég veit ekki hvernig það farið að tapa, sko. Nei, ekki veit ég, þú verður ekki hér í viðtali þetta, held ég. Sennilega ekki. Egill, hvernig, varstu vitni þessari keppni? Já, ég var vitni þessu. Hvað hefur sagt við hann ef hann hefur tapað? Við höfum sennilega bara látað hann heyra það. Það ekki? Jú, það var sennilega bara verið sameitt átök í liðinu og látað hann virkilega heyra það. Já, en hann fekk í staðinn að vera með áfram? Já, hann var svona næstu skömmaði sig hjá honum en hann reddaði sig frá honum í 2 fráníkjum. Beggi er ágætisstrákur og við ætlum ekki að stíga honum of mikið en svona þetta fyrir að síga á sendinni hjá okkur, ég ætla að spyrja ykkur samt. Nú hafið þið ekki unnið upp á Skaga. Það er bara greinilega basl þeir að hafa verið flottur heimavelli. Hvað ætlið þið að gera öðruvísi í næsta leiknum á 5. daginn sem heitir 19:15 upp á Skaga á 5. daginn? Hvað ætlið að gera öðruvísi, Beggi, til þess að breyta því að geta unnið upp á Skaga og klára daginn? Við þurfum klárlega að mæta bara með sjálfstraust í skotunum okkar. Bara eins og þið voru inn í leik 3, og fá fullt af fólki vantarlega á svæði, eins og var í leik 2 líka? Já, mætti helling í leik 2 og ég býst alveg við kannski fleiri jafnvel í næsta leik. Stutt að fara hana, þetta er bara hálft í maksbyrðu eða eitthvað. Þú Egill, eitthvað sem þið geti gert öðruvísi til að komast í þessa grílu, er þetta kallað það? Það er ekki gríla ennþá en bara halda áfram bara frá að horfðu síðasta leik, bara negla niður skotum, áður en að keyra körfuna og sjálfsögðu fá hjálp úr stúkunni sem hjálpa okkur mjög mikið í síðasta leik, sko, ekki spurning. Þannig að bara hvet flesta til að mæta. Það eru skilaboð svona til stuðningsmanna, þeir bara mæti og séu jafn brjálæðir voru hérna í leiknum á mánudagskvöldið. Ég sá leikina, það var mjög flottið þar. Algjörlega, ekki spurning.
Nú er ég engin sérfræðingur í körfuboltastrákar en ég myndi telja að mjög aggressív 3-2-1 vörn myndi koma Skagamönnum í opna skjöldu eða svona telja að mjög aggressív 3-2-1 vörn myndi koma Skagamönnum í opna skjöldu eða svona passív 5+1. Hvað segir þið það? Þið ætlið bara að liggja slakir í 6-0, hvernig? Það myndi klárlega hjálpa að fá einn aukamann inn á í vörnina, ekki spurning. Takki markmann út af aukamann í vörn. Já, þá kannski Indíán í þetta, það myndi klárlega hjálpa. Indíán hann er með þetta, já. Þetta er ekki spurning. Þannig þú er fyrir framann, Beggi? Já. Þetta er góður að loka svæðinu fyrir framann? Já. Í IBF-vörninni? Já. Ok. Langar hendur og það er bara mjög tækni. Þessi gæjar með þetta. Herðu, hérna að lokastrákar mjög stutt einföld spurning. Verðið þið í Dominos-deildinni á næsta? Yes. Ekki spurning. Það er bara þannig? Það er bara þannig. Herðu, við þökkum strákunum kærlega fyrir á fimmtudaginn klukkan 17:00 í Dalsum, grill, burger, pulsur, hoppukastalið, trúðar og okkur vitleysa. Mætið, 9:15 er leikurinn, það er loka leikurinn í þessari seríu, það er að slátra þessu í undanúrslitunum. Það hefur verið Ingvar Nákarsson fyrir Fjölni TV úr Dalsum og Hjalta leið eitthvað illa og þess vegna komin ekki viðtal. Takk hérlega.